Góðan dag, ég heiti Páll Stefánsson og er ljósmyndari. Ég ætla að segja ykkur aðeins frá þeim linsum sem ég nota því að það vill nú þannig til að ég er Sony Global Image Ambassador og stundum getur þetta verið ævintýri eins og þegar þessi linsa var kynnt fyrir heimsbyggðinni í fyrra, 24-1.4 G-master linsa. Þá var hringt í mig og sagt þú átt að koma til Sikileyjar eftir 4 eða eftir viku. Það er send linsa frá Japan til þín. Hún verður komin á miðvikudag, þú myndar á fimmtudag og föstudag og flýgur til Sikileyjar á laugardag og þar verður heimspressan til þess að kynna þessa linsu. Þessi linsi er frábær reyndar. En það sem ég þótti mjög gaman var að kynnast ungum strák sem heitir eitthvað Hoka Taketungu og vinnur hjá Sony við að gera G-masters linsurnar og ákaflega hlédrægur. Hann var 2 ár að eftir, sem sagt, frá því hann fékk verkefni þá til að linsan var tilbúin og hann sagði það er svo gaman raunverulega að vinna hjá, að því maður heldur að þetta sé stór fyrirtæki Sony, þá segir hann eins og þessi linsuframleiðsla, við erum lítið teymi sem fær sem sagt þetta verkefni, það eru 2 ár, það er sem sagt að smíða linsu og okkur var bara tjáð við eigum að búa til bestu 24 mm linsu sem er á markaðnum og allavega samkvæmt testum þá er þetta besta 24 mm linsa. En það var mjög gaman að hitta þennan strák og ég ætla nú að segja frá annarri linsu því að þegar hann gerir þessa linsu þá hafði linsa sem hann var að gera undan er 100 mm 2.8 sem ég kynni nú seinna. En nú ætla ég að segja ykkur aðeins frá myndum og þetta er mynd sem er tekið með þessari 24 mm linsu. Þetta er inn í íshelli í Vatnajökli og það sem er svo ótrúlegt að vinna með þessa 24 mm linsu er það raunverulega hvað hún er skörp. Það er eiginlega bara, hvernig á maður að segja, stundum skilur maður ekki þegar maður raunverulega fer inn í myndina hvað eru margir díteilar. Úr íshelli í Vatnajökli erum við komin til Perú. Þetta er hús sem að þessi ágæta indíánakona býr í og mér var svo tjáð að þetta er raunverulega bara 600 ára gömul bygging. Þetta er tekið með þessari 100 mm linsu sem þessi strákur hafði verið að vinna í 2 ár undan að fór í 24. Og þetta er frábær linsa. Þetta er stutt aðdráttarlinsa en mjög svona skemmtileg. Ég nota hann mjög mikið í landslag eins og þessa mynd frá Perú. Þetta er mynd sem er tekin með 24 mm linsunni sem, og kostur við hana, hún er með ljósop 1.4 og þetta er tekið yfir Gangesfljót í Varanasi og á eiginlega stærsta ljósopi sem gefur manni möguleika á því að taka raunverulega skemmtilega myndir í ljósaskiptunum. Þennan mann, hann er nú kannski ekki líkur mér en hérna, þetta er tekið með 85 mm linsu sem ég nota ákaflega mikið í svona portrétt. Þetta er G-masters linsa líka eins og 124 og hann vildi nú meina það að hann veri heilagur maður en ég veit nú ekki hvað heilagur var því að hann var fyrstur upp á morgnana til þess að láta túrista borga sig fyrir að taka sér myndir. Sony er með, og það er raunverulega svolítið ótrúlegt að á 7 árum eru þeir með 30 linsur fyrir raunverulega fullframe-vélarnar sínar. Frá 20 mm eins og hérna og
upp í 600, þetta enda tekið með uppáhalds eiginlega, linsu sem ég nota ákala mikið, þetta tekið með 135 mm gemastilslinsu og þið heyrið það að ég nota raunverulega alltaf fastar linsur, mér finnst það bara betra. Hérna þessi 135, hún svolítið stór, en hún ljósop 1,8 og skilar alveg ótrúlegum díteilum eins og allar gemastilslinsurnar. Þetta tekið líka með 135, reyndar á þrífæti, þetta Drangey og Skagafjörður og þetta svona Twilight mynd og ótrúlegt raunverulega logn. Ég hef aldrei verið í svona miklu logn á Íslandi. Ég vissi eiginlega ekki hvaðan á mig stóð veðrið. Linsa sem ég held mjög mikið upp á líka þessi hérna sem 50 mm 1,4. Hún nýtist mér bæði í landslag og í portrett. Mér finnst hún ein af svona þessum linsum sem að maður getur notað í allt. Hér önnur mynd tekin með þessari 24 mm 1,4 gemastilslinsu. Út af því að hún með svo stórt ljósop 1,4 þá möguleiki að taka raunverulega sem hluti úr fókus í svona víðu sem mjög, mjög áhugavert. Þessi mynd nú bara tekin fyrir viku síðan og hún tekin með á 100 mm 2,8 gemastilslinsuna sem að þessi flinki Japani hafði 2 ár til þess að hanna. Þetta sem sýnir raunverulega hvað hægt að nota 24 mm linsuna mikið. Þarna nota ég raunverulega sem makrólinsu því hún kemst svo nálægt. Það einn kostur við þessar föstu linsur, bæði komast að nær heldur en zoomlinsurnar og hafa meira ljósop. Þetta tekið með 85 mm gemastilslinsunni. Þar skiptir voðalega miklu máli, þetta tekið úr lítilli flugvél, að maður þarf að vera með svo mikinn hraða til þess að myndirnar verði ekki hreyfðar og þess vegna mjög gott að geta verið með tekið þetta ljósopi 2,0 og allt raunverulega því að linsurnar það góðar á stórum ljósopum að það truflar ekki neitt. Þetta tekið í Norður-Írlandi daginn, þetta það sem að Hringadrottins þetta var Game of Thrones var tekin. Það var einhvern veginn svona slys, ég var í öðru verkefni að ég keyrði þarna framhjá og var svona, þetta tekið með 135 1,8 gemastilslinsunni. Þetta tekið með 35 1,4. 35 mm linsan finnst mér raunverulega stórkostleg og ef ég ætti bara að vera með eina linsu á eyðieyju þá teki ég 35 með mér. Þetta sem sagt 35 1,4. Þessi bara tekin fyrir örfáum, augnablikum síðan. Þetta tekið með 24 mm af Vestrahorni í Hornafirði kvöld og þarna þetta tekið á ljósopi 2,0 og sem sýnir raunverulega hvað gott að vera með bjartar linsur eins og þarna í Húmi. Þetta flóttakona tekin í Bangladesh og
af bókverkefni sem ég er að gera um flóttafólk út allan heim. Þetta er til dæmis tekið á 50 mm á ljósop 1.4. Það er bara fókus á augun og þá tekur maður raunverulega bakgrunninn alveg í burtu. Þetta er tekið á 100 mm linsuna sem hefur fallegasta bokeh sem að nokkur linsa, og þetta er tekið á stærsta ljósopi 2.8 og já, ég þekki enga linsu sem er með eins fallegan út úr fókus eins og þessi 100 mm linsa sem eru svo tíðrætt um. Þetta eru flóttamenn í Jórdaníu, Sýrlendingar, og þarna nota ég sömu aðferð. Þetta er tekið með 50 mm linsu. Ég fókusera bara á augun á drengnum, tekið á stærsta ljósopi til þess að búa til stemmingu sem að ég kíkti inn í tjaldið og það var svo skrítið að þetta augnablik bara, það kom til mín og einn rammi og svo bara, já. Og lokamyndin hérna er tekin núna daginn í flóttamannabúðum á Lesbos. Þetta er tekið með 85 mm 1.4 G-mastinslinsu og þetta er strákur sem er að horfa út úr glugga á flóttamannabúðum og raunverulega til þess að búa til, stemmingu, þá nota ég einmitt ljósopi 1.4 til þess að raunverulega að augun fókuseri og raunverulega allt annað er úr fókus. Og þá segi ég bara takk kærlega.